Blóm eru æxlunarfæri plantna. Við þekkjum flest svona litrík blóm, þegar það er það svona myndir sem við fáum upp í hugan. Þau byggjast upp á blómbotni sem er hérna í miðjunni, svo koma bikarblöðin og síðan krónublöðin sem eru yfirleitt litrík. Þarna inni er svo fræva og freflar. Ef ég teikna blómbotnin og frævuna og síðan freflana með frjóhnöppum hérna á endanum. Þetta hér er sem sagt hérna inni. Þetta er kvenkyns æxlunarfærið og þetta er karlkyns æxlunarfærið. Hér verða til frjókorn sem að svona blóm treysta á skordýr til þess að tróðast hérna onni, ná sér í sykurlaug hérna onni, drekka hann, en við það festast frjókorn á skordýrunum sem þau flytja svo yfir á næsta blóm og þau eru tróðast onni í það, þá verða þau hugsanlega eftir á fræfunni. Saman náttúrulega getur gerst að þau bæði taka frjókorn og skilja eftir í sömu ferðinni. Það er ástæðan fyrir því að blóm eru svona litrík, þetta er til þess að laða að skordýr. Plantan væri ekkert að eyða orku í svona litrík blóm nema það sé ástæða fyrir því. Það er mjög breytilegt hvað frævan hérna í miðjunni er stór, en þegar það lendir frjókorn hérna þá fer kjarnin úr frjókorninu, frumukjarnin, vex hérna niður í legið þar sem eggið er og þar verður til fræ og svo hérna ummyndast blómið yfir í fræ eða einhvers konar aldin. Breytilegt eftir tegundu hvernig það virkar. En það er alls ekki þannig að öll blóm séu svona litrík. Blóm til dæmis hjá grösum er alls ekki litrík og margir halda að grös séu alls ekki með blóm, en það er ekki rétt. Blómin og þeim eru pínu lítil og það er næstu í stækkunaglar til þess að sjá þau, en þau treysta ekki á skordýr, eru þess vegna ekki litrík, þau treysta á vind til þess að dreifa frjókornum. Sama má segja um mörg tré. Þannig að það er breytilegt eftir því hversu litrík blómin eru, hvort þau þurfa að vera það. Plöntur sem treysta á vind til þess að dreifa frjókornum, þau eru annarkvort og þá er á fræfunni einhvers konar svona greiða eða á frjókornunum eða jafnvel bæði til þess að grípa frjókornin sem koma fjúkandi. Og það er ástæðan fyrir því að fólk er með ofnæmi, það eru þessi frjókorn. Það er ekki frjókornin sem að myndast á þessum stærri blómum því þau fjúka ekki svo glatt. Við þekkjum líka asparfrjókorn sem á sumrin lítur út eins og næstu í snjói kringum aspir. Það eru þessar greiður. Frjókornin er ekki svona stór, heldur er þetta nokkurs konar fallíf fyrir frjókorni til þess að svífa á milli trjáa.